Sko, Hafnarfjörð, verið að þrífa göturnar. Og það kirkjan mín falleg svona næturnar. Eða kvöldum. En já, góðan daginn. Þá ég vaknaður og ég að keyra hérna í Hafnarfirði og á leiðinni í vinnuna. Hæ, þetta Sara Jóník. Nýfötin okkar komin í húsið. Hæ. Jæja, þá komin nýr dagur og það föstudagur. Hérna, þetta. Og þegar ég tjekkaði á það, hann var 113 búinn að horfa á vídeóið og 100 af þeim horfðu frá byrjun til enda og það finnst mér svolítið magnað, sko. Ég er svolítið ánægður með það og þetta gefur manni svona, þú veist, smá drifkraft, sko, að maður að gera þetta, sko. Já, ég allavega á leiðinni heim núna, þannig að við bara sjáumst heima. Ok, bye bye! Halló! Lífið og hausinn minn rosalega að meðtaka það núna að ég að verða pabbi í fyrsta sinn. Þú veist, ég á ekkert barn og Anita á ekkert barn og svona, maður hélt alltaf svona þegar maður var ungur, sko, að þegar maður var 18 ára þá verður maður, sko, fullorðinn. Maður verður ekkert fullorðinn, sko, maður bara sami krakkinn. Svo þegar þú byrjar að búa sjálfur, sem sagt flytur í eigið húsnæði, þá kemur, núna ég fullorðinn maður. En þú ert ekkert fullorðinn, þú bara tekur meiri ábyrgð. Borgar miklu meira en þú gerðir. Þú veist, þú ert að fara að kaupa klósepappír, eitthvað sem maður pældi aldrei í að maður þurfti að borga fyrir. Og ég man eftir því fyrsta sinn sem ég flutti, sem sagt, ég átti að heima á völlunum, kirkjuvöllunum í Hafnarfirði. Og ég fór út í búð, keypti mér brauð, það ég átti efni á því, og ég keypti mér skinku og ég keypti mér ost. Ekki svona ost sem búið að skera fyrir þig. Og svo keypti ég eitthvað alls konar með eitthvað dæmi. Svo fer ég heim og ég ætla bara, nú ætla ég að rista með samloku, maður. Fluttur út, kallmaður, sko. Nei, það átti ég ekki ost að skera. Og þetta var eitthvað svona, ég skildi þetta ekki. Ég fattaði ekki að þú þarft að eiga ost að skera til að geta fengið þér ost. Þannig að þá þurfti ég að fara í IKEA og kaupa mér ostaskera og mér fannst hann ógeðslega dýr. Hann kostaði 300 kall eða eitthvað, eða 300 til 400 kall, ég man ekki nákvæmlega verðið. Og þú veist, það var svona alls konar svona raunveruleika, svona eitthvað sem kikkaði inn, bara eitthvað, vá hvað hlutirnir eru dýrir. En ótrúlega, mér finnst þetta gaman í dag út að ég á þetta allt, ég er búinn að kaupa mér allt þetta litla dót svo gerir ekki grein fyrir að skiptir máli, skilur, þetta á bara að vera til. Ég keypti mér, sama degi keypti ég mér líka svona, hvað heitir þetta, fiskidós, svona orafiskidót. Ég man ekki hvað þetta heitir, þetta er svona í oradós, svona áldós, og svo fiskur í, svo steikir þetta. Ég keypti mér svoleiðis og ég hugsaði, pabbi eldaði þetta alltaf fyrir mig þegar ég var lítill, og gula baunir, það er líka í áldós. Nei, ég átti ekki, og svo þegar ég ætlaði að fá mér þetta, þá átti ég ekki gaurinn til að opna áldósi. Og ég prófaði hníf, og ég prófaði held ég allt til að opna þetta. En allavega, þetta var skemmtileg saga. Ég ætla að fara að kaupa eitthvað að borða handa mér og hand, þannig að við sjáumst eftir. Hi baby! Halló! Þá er ég komin heim. Anita, hún er búin að henda upp vínstandinum.
svo bara setja upp myndir og eitthvað. Jæja, herru, þá mánudagurinn mikli og við fáum að vita loksins í dag klukkan 3 hvort að við höfum von á stráka eða stelpu og sko, já, þannig að við fáum ekki að vita fyrir í kvöld út að við ætlum að vera með öllum hinum fjölskyldunni til að vita það líka. Það sem við skeði í gær var að ég og Anetta settum upp, ég ætla að lækka þetta Love your brother. Sko, já, við festum upp vínstand sem litla skottið mitt átti, settum þarna mynd og þarna aðra mynd og svo settum við sjónvarpið upp og og Ronja hérna inn í búri bara eitthvað rosa naga beinið sitt og næst tegðu sér. Já, þannig að, herðu, ef það einhverjir sem langar í heimabíó og magnara þá geta þær endilega haft samband við mig og það bara selja þetta á eitthvað klink sko. Hérna eru einhverja leiðbeiningar eitthvað þetta ef það hjálpa ykkur eitthvað og svo magnaran þarna á þeim tíma þegar ég keypti hana magnara kostaði hann eitthvað rosa mikið sko. Þetta eitthvað UFC rosa flott eitthvað en þeir sem hafa áhuga endilega hendi á með skilaboð. Þetta fer ekkert á einhvern bilaðan pening, kannski ég veit ekki 20 skall eða eitthvað. Ég veit ekki hvað á að setja þetta á. Allavega, þetta er alltaf fyrir svo flott græja maður. Það verður bassakela hérna niðri sem er innbyggð, en þú þarft sko, þetta er einhvern veginn svona aftur á og þú þarft plugg fyrir sérrafmagn fyrir hátalarann. Allavega, seinast þegar ég notaði þetta var alveg ágætis gott hljóð í þessu. Allavega, þetta fer bara á 20 skall. Þá er ég búinn að skúra og ryksuga og þurrka af og svona, þannig að þetta er allt að koma eða. Sko, sjá kallinn maður, þetta get ég. Já, þannig að núna er klukkan að detti í 12. Núna detti í 12. Og það eru þá 3 tímar í að við förum í sólarhring. Þannig að þetta er geðveikt. Og þá 7 tímar í að við fáum að vita kynið með fjölskyldu minni og fjölskyldu konunnar. Og já, ég hendi mér í sturtu líka, þannig að eftir aðeins að setja gel í hárið þannig að ég sé ekki hálf asnalegur eitthvað. Og ég ætla að enda þetta núna, þetta vídeoblogg. Ég ætla að enda þetta vídeoblogg og sem sagt, í kvöld mun ég posta þá aftur öðru vídeói og þá fáum við að vita kynið, þannig að endilega fylgist með. Herðu, endilega, fyrir neðan vídeói, þá ætla ég að vera með spurningaleik. Hvor haldið þið að þetta sé strákur eða stelpa? Og þetta verður bara krossaspurningar. Bara, þú hakar í já eða nei, eða þú er strákur eða stelpa. Svo fáum við að sjá fjöldan hvað er margir sem halda hvor kynið þetta verður. Og við erum búin að undirbúa fyrir þá sem verða hér hjá okkur. Þá verður blað strákur eða stelpa og svo verður skrifað niður hvort þetta er áður við tilkynum hvort þetta er. Þannig að, já, ég ætla að enda þetta í dag, sjáumst í kvöld. Ég ætla að reyna að posta þessu bara strax þegar allt fólkið er farið og svona. Þannig að bara takk aðeinslega fyrir mig og sjáumst á eftir dag eða á morgun. Þannig að fyrir eftir hvort ég veit eftir. Allavega, takk fyrir mig, bye bye.